Fundur settur í bæjarstjórn Mosfellsbæjar miðvikudaginn 11. júní 2025 klukkan 16:32. Þetta 874. fundur bæjarstjórnar og haldinn á bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar að Þverholti 2. Á fundinum í dag einn varabæjarfulltrúi, Brynjar Hlíf Hjaltadóttir í forföllum Helgu Jóhannesdóttur, bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokks og aðrir aðalbæjarfulltrúar eru hér í dag. Á dagskrá þessa fundar alls 9 mál, þar af eru 4 fundargerðir til afgreiðslu og þá 5 fundargerðir til kynningar. Og við göngum til dagskrár. Fyrsta mál á dagskrá fundargerð 1670. fundar bæjarráðs. Sá fundur fór fram 5. júní síðastliðinn og þar voru 7 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Halla-Karen, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég kem hérna upp fyrir máli 1.2, breyting á skipan fastanefnda tillaga vinnuhóps. Mig langar aðeins að byrja að fara yfir forsögu málsins í svona stuttu máli. Þegar við Framsókn, Samfylking og Viðreisn tókum við, þá var fljótlega ákveðið að fara í stjórnsýsluúttekt. Í úttektinni kom ýmislegt fram sem betur mætti fara og auðvitað margt sem var bara mjög gott. Í niðurstöðunum úr vinnunni við stjórnsýslu og rekstrarúttekt sem Strategía vann fyrir okkur fengum við 72 umbótatillögur, takk fyrir. Eitt af því sem kom einmitt líka fram í þeirri skýrslu að við hér í Mosfellsbæ værum með tiltölulega margar nefndir miðað við stærð sveitarfélags. En í dag eru 7 nefndir og svo erum við með 3 ráð. Bæjarfélögin í kringum okkur gera þetta á ýmsan hátt. En sum eru með eina nefnd á svið á meðan við erum stundum með 2 nefndir á svið. Þann 1. september 2024 tók nýtt skipurit gildi sem fól í sér meðal annars breytingu á fjölda og verkefnum sviða og skrifstofu. Og því eðlilegt að taka næsta skref og það einmitt að endurskoða skipan og hlutverk nefnda sem við erum að gera með þessari tillögu. Á 665. fundi bæjarráðs var samþykkt samhljóða að stofna til vinnuhóps með oddvitum flokkana sem sitja hér í bæjarstjórn sem skoða skyldi fjölda og hlutverk fastanefnda og fyrirkomulag þóknana kjörinna fulltrúa fyrir nefndarsetu. Sú ákvörðun var staðfest í kjölfar í bæjarstjórn. En á 667. fundi bæjarráðs kom síðan fram hjá oddvitum Sjálfstæðisflokks og vina Mosfellsbæjar að þau myndi ekki taka þátt í starfi vinnuhópsins. Þessi vinnuhópur átti einmitt að leggja mat á hvort gera ætti breytingar á fjölda fastanefnda og hlutverki þeirra með sameiningu nefnda. Einnig, eins og ég sagði áðan, var vinnuhópnum falið að taka til skoðunar fyrirkomulag þóknana, bæjarstjórnar, bæjarráðs og fastanefnda. En þar sem þessar ákvarðanir snerta alla kjörna fulltrúa var mikilvægt að allir væru við borðið varðandi þóknanirnar. En þegar ljóst var að minnihlutinn sagði sig frá þessari vinnu, ákveðum við í meirihlutanum að fara ekkert í fyrirkomulag þóknana. Heldur leggja fram þessa tillögu fækkun nefnda. Og fækkunin 3 nefndir. Megin röksemd fyrir fækkun nefnda þannig að ein nefnd sinni hverju sviði stjórnsýslunnar. Og við teljum að með því skipulagi náist vonandi meiri yfirsýn og aukin skilvirkni í starfi sviða og nefnda. Og mér langar aðeins að fara í hvaða nefndir við erum að tala en við ætlum að sameina skipulagsnefnd og umhverfisnefndina í eina nefnd sem mun þá heita umhverfis- og skipulagsnefnd. Það vissulega nóg að gera í skipulagsnefndinni eins og hún í dag, en með þessu fyrirkomulagi teljum við
það að vera enn betri yfirsýn og það sé kostur að umhverfis- og loftslagsmálin verði tekin inn í alla skipulagsumræðu og fjalla verði þau í samhengi við öll skipulagsmál. Þannig verði tryggt að umhverfis- og loftslagsmálin verði alls ekki útundan eða gleymist í umræðunni. En við gerum okkur auðvitað grein fyrir því að það koma auðvitað alltaf einhverjir álagspunktar í starfi nefndarinnar og þá þarf bara að bregðast við því með því að vera þá með einhverja auka fundi. Síðan það sameining íþrótta- og tómstundanefndar og menningar- og lýðræðisnefndar. En þessar tvær nefndir verða að einni nefnd sem mun heita menningar, íþrótta og lýðheilsunefnd. Lýðræðismálin verða svo sett undir bæjarráðið. Með tilkomu nýju skipuritsins byggum við til nýtt svið sem heitir menning, íþróttir og lýðheilsa. Og markmiðið með þessu nýja sviði var einmitt að styrkja stjórnun og yfirsýn í málaflokkunum, en segja má að sviðið haldi utanum stærsta hluta þess starfs sveitarfélagsins sem snýr að frítíma íbúanna. Með því að skipa málefnum sviðsins í eina fagnefnd teljum við að skilvirkni og yfirsýn verði betri og aukinn möguleiki á samlegðaráhrifum í starfi sviðsins. Þá erum við komin að síðustu nefndinni og það atvinnu- og nýsköpunarnefndin okkar. Við leggjum þar til að málefni hennar fari undir bæjarráð. Þó málefni hennar fari undir bæjarráð, þá auðvitað búið að móta atvinnustefnuna sem stórt og mikið verkefni. Við erum með starfsmann inn í stjórnsýslunni sem heldur utanum og vinnur að þeim verkefnum sem tengjast atvinnustefnunni og þeim verkefnum sem fellur undir nefndina. Þessi breyting krefst þess að formaður bæjarráðs, ég, passi upp á að áfram sé unnið að þeim góðu málefnum sem koma út úr starfi nefndarinnar og að þau málefni, atvinnuuppbygging og nýsköpun, fari á dagskrá bæjarráðs. Það búið að taka saman kostnað þessara 4 nefnda, svona gróft eða hvað það hefur kostað okkur hingað til, og það á bilinu 22 til 25 milljónir króna á ársgrundvelli. Og með þessari sameiningu má gera ráð fyrir að sparnaðurinn verði frá 16 til 19 milljónir. Það auðvitað ánægjulegt að það verði líka töluverð hagræðing í þessu þegar við erum að setja saman þessar nefndir. Samhliða þessari vinnu sameiningu nefnda ákváðum við líka að fara skrefinu lengra. Og ég ætla bara að koma með það hér þótt að hafi ekki beint verið inn í tillögunni, það var mikið rætt það að taka úr öllum nefndum áheyrnarfulltrúa meirihlutans sem við settum á í byrjun kjörtímabils. Ég vil þó rifja þess upp, því að það auðvitað 3 ár síðan, að það var algjörlega ákveðið hjá meirihlutanum að þegar við settum þetta á að vera með áheyrnarfulltrúa í öllum nefndum, að við myndum ekki eyða meiru fjármagni en varið var á fyrri kjörtímabili. Og því fórum við að breyta þóknunum, eins og að taka af lestrarálag, sem sett var á síðasta kjörtímabili fyrir þá bæjarfulltrúa sem áttu ekki sæti í bæjarráði og hjá okkur núna væri það þá 5 bæjarfulltrúar sem fengju það og fengju það í hverju mánuði. Þá tókum við líka út bílastyrk fyrir formann bæjarráðs og forseta bæjarstjórnar og einnig símastyrki. Og niðurstaðan að við höfum með þessu ekki aukið kostnað bæjarráðs, heldur kostnaður eitthvað á bilinu og þú með ykkur cirka 5,4 milljónir á ári. En ef maður skoðar hvað, ef þetta væri svoleiðis, ef við myndum taka allt fyrir sem hefði verið, að þetta þá sem við lækkum 5,4 milljónir,
en kostnaður við áheyrnarfulltrúa kostar eitthvað á bilinu 2,6, þannig að þannig erum við í raun og veru með hagræðingu upp á 2,6 milljónir með því að hafa gert þetta svona. Þó svo að við settum áheyrnarfulltrúa sem sumum fannst, eða minnihlutunum, fannst kannski smá skrítið og við fengum ákúru fyrir. Ástæðan fyrir því að við tókum ekki áheyrnarfulltrúana inn með í þessa tillögu sem núna hér, að í samþykktunum einungis talað 5 aðalmenn og 5 varamenn. En við munum koma núna bráðlega með viðauka inn hvað við leggjum til varðandi hagræðingar og sparnað og þar munu koma fram breytingar varðandi áheyrnarfulltrúana okkar. Algjörlega niðurnjörvað hvað kostar og hvernig þetta Já, þetta niðurstaða okkar eftir þó nokkra yfirlegu og við teljum að hún ætti að geta sparað tíma starfsmanna og gert stjórnsýsluna skilvirkari. En svo það nú alltaf þannig að það auðvitað alltaf hægt að fara tilbaka ef eitthvað gengur ekki eins og við viljum að það gangi. En ef við pröfum það ekki, þá vitum við það ekki. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi. Fleiri sem áskiltu að taka til máls þennan lið, bæjarfulltrúi Ásgeir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem upp undir sama máli breyting á skipan fastanefnda, tillaga vinnuhóps. Oddviti Framsóknar, bæjarfulltrúi Halla Karen fór ágætlega yfir forsöguna og yfir málið eins og það snýr við meirihlutanum. Við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í bæjarráði ákváðum að sitja hjá við afgreiðslu málsins í bæjarráði. Og ef ég má lesa, leyfi forseta upp bókun sem við gerðum þar á þeim fundi. Bókun délist í bæjarráði eftirfarandi: betri og nánari upplýsingar vantar í tillöguna. Ekki kemur fram í tillögunni hvernig þessi breyting feli í sér betra starfsumhverfi og öflugra nefndastarf til framtíðar. Sundurliðaður kostnaður kemur ekki fram og ekki upplýsingar mögulegan aukinn kostnað við sameinaðar nefndir. Ekki í tillögunni getið áheyrnarfulltrúa nýrra sameinaðra nefnda, heldur einungis gert ráð fyrir því að 5 aðalmenn og 5 varamenn verði í nýjum nefndum. En fyrir í öllum nefndum einn áheyrnarfulltrúi minnihlutans, venju samkvæmt, en einnig áheyrnarfulltrúi meirihlutans í öllum nefndum. Af þessum ástæðum sitja fulltrúar délista hjá við afgreiðslu málsins. Nú eins og þegar verið að gera breytingar sem þessa á fastanefndum, þá þarf það að koma fyrir bæjarráð og síðan þarf það að fara gegnum 2 umræður í bæjarstjórn og svo fyrri erum við að ræða hér núna. Eins og kemur fram svo kom fram í máli Höllu Karenar, þá verið að leggja niður 3 nefndir. Við teljum að það sé eflaust hægt að ná fram hagræðingu og engin spurning með því og að einhverju hluta til getum við alveg verið sammála því að það geti verið ágætt að fækka þessar nefndir. Það sem við stöldrum einna helst við það að þá að færa 2 nefndir undir bæjarráð. Það held ég að sé ekki góð hugmynd og góð lausn, sérstaklega þegar kemur að atvinnu og nýsköpunar málunum, vegna þess að við erum að fleygiferð hérna í Mosfellsbæ varðandi stækkun og það er verið að tvöfalda hér atvinnusvæði bara með stækkunni og uppbyggingunni sem nú þegar hafin á Blikastaðalandi. Síðan erum við með önnur atvinnusvæði í uppbyggingu hér upp á Leirvogstungumelum. Ég hef miklar áhyggjur af því að þessi nefnd, að hún svona gæti átt til að gleymast og málefni henni tengd ekki kannski með þann fókus sem að ella væri ef að væri nefnd sem að fjallaði þessi mál. Atvinna og nýsköpun í ungu sveitarfélagi eins og Mosfellsbæ sem að vaxa hratt mjög mikilvæg. Það er verið að tala að Mosfellsbær sé svefnbær, það sé allt of mikið af fólki sem að sækir störf utan sveitarfélagsins sem auðvitað rétt. Það svo sannarlega tækifæri núna með þessari miklu uppbyggingu sem að framundan varðandi atvinnumál og atvinnuhúsnæði og atvinnuuppbyggingu í Mosfellsbæ
og við verðum að halda þessum málum vel á lofti. Það getur vel verið að formaður bæjarráðs ætli að halda sérstaklega vel utan um þessi mál og passa að þau verði öll á oddinum, en ég held að segja sér sjálft að það færi miklu betur á því að þetta væri inn í nefnd og hvort að það hefur verið að fella þessa nefnd inn í einhverja aðra. Það er eitthvað sem að ég myndi vilja endilega skoða og við munum koma með tillögu það fyrir síðari umferðina. Varðandi umhverfis- og skipulagsmálin og þá held ég að það geti, og það fellir mjög vel saman. En eina sem að við höfum áhyggjur af og tölum það í bæjarráði þegar þetta var rætt, að það er náttúrulega mjög mikið umleikis í skipulagsmálum í Mosfellsbæ. Skipulagsnefndin er sú afkasta mesta í sveitarfélaginu, þó að ekki halla á aðra nefndir í því sambandi, hún fundar hálfsmánaðarlega og það eru mjög mörg mál sem að liggja fyrir hverjum einasta fundi þar og oft ekki hægt að klára. Og nú á að bæta við umhverfismálunum, þó að það hafi ekki verið eins mikið af málum þar og þó að sé verið að samþykkja núna nýja innan gæsalappa endurnýjaða umhverfisstefnu Mosfellsbæjar, að þá þurfum við líka að passa það að þau mál verði í fókus sem og skipulagsmálin. Það er alveg ljóst, held ég, að það mun þurfa að halda aukafundi og við þurfum líka að passa upp á það að þeir fulltrúar sem hafa haldið utan í skipulagsmálin í sveitarfélaginu og eru með ærið á sinni könnu að þeir fari ekki þá vinnu og það var reynda fullt við okkur í bæjarráði að svo það ekki. Þannig að það er eitthvað sem að við þurfum vonandi ekki að ágjöra. Við vorum tilbúin með tillögu það að inn í þessum pakka þá yrði felldir út áheyrnarfulltrúar meirihlutans og ætluðum að leggja hana fram hér á síðasta fundi, á þessum fundi í bæjarráði. En þá var tilkynnt hér að það kæmi til að frá meirihlutanum það, hún kæmi á seinni stigum þar sem að það væri ekki kveðið á áheyrnarfulltrúa í samþykktum nefnda í Mosfellsbæ. Við ákváðum þá að falla frá þeirri hugmynd þó það hefði verið mjög fínt að eiga þá tillögu pólitískt séð, en við erum ekkert að eltast við það, við í T-listanum, en það er það sú hugmynd sem að við komum með strax þegar þetta kom upp í upphafi kjörtímabils, að þá hreinlega skildum við ekki af hverju meirihlutinn ætlaði að vera með áheyrnarfulltrúa í öllum nefndum og það er algjörlega fáheyrt og ég held að sé einsdæmi. Það hefur komið fyrir innan bæði hér í Mosfellsbæ og í öðrum sveitarfélögum að þegar hefur raðast þannig inn í bæjarstjórnir að það hefur áheyrnarfulltrúa meirihlutans í bæjarráði, en í nefndunum þá hefur það ekki tíðkast. Og nú er komið með eftiráskýringar að þetta hafi hreinlega sparað pening og það er náttúrulega ótrúlega athyglisvert að heyra það, en við fáum nú að vita nánar sundurlegan kostnað þegar þessi viðauki kemur. Og það var náttúrulega athyglisverðast þegar við vorum að ræða þetta að fulltrúar meirihlutans í dag, tveir flokkar af þremur, Samfylkingar og Viðreisnar, sem voru í minnihluta á síðasta kjörtímabili, þeir börðust með kjaft og klóm í það að það yrði hér greitt sérstaklega lestrarálag fyrir þá sem væru ekki í bæjarráði. Og það voru færri fulltrúar heldur en núna. Það var samþykkt að það yrði greitt lestrarálag fyrir það fólk sem að sæti ekki hverju sinni í bæjarráði. En síðan þegar þessi sömu fulltrúar komist í meirihluta núna, þá var allt í einu ekki mikilvægt að það hefði lestrarálag fyrir þá 5 fulltrúar sem er ekki bæjarráði núna. Hvernig fer þetta saman að það sé algjörlega nauðsynlegt og lýðræðislegt og sanngjarnt á síðasta kjörtímabili að það séu greitt lestrarálag fyrir þá sem er í bæjarráði, en svo þegar nýji meirihlutinn kemur, þá er það alls ekki nauðsynlegt lengur og þá fella þann kostnað út til þess að meirihlutinn sem er meirihluti í öllum nefndum, hann geti verið með áheyrnarfulltrúa líka. Þetta er alveg ótrúleg stjórnsýsla og við bentum á það, komum tillögur að þetta er ekki gert með þessum hætti, en það var ekki gert. Það er að gæta svo mikið jafnræðis með nýja meirihlutanum, þó svo að atkvæðamagnið væri nú ekki mjög mikið jafnvægi þar á milli. En þetta er svona dæmigert
þar sem að ekki verið að fara eftir því sem að fólk var áður búið að tala og hljómar og lítur ekki vel út. Þessi vinna við þessa breytingu á fastanefndunum, það er hárrétt sem að kom fram hjá formanni bæjarráðs og hún við samþykktum við oddvitar minnihlutans að taka þátt í þessari nefnd, en svo að betur athuguðu máli að þá höfðum við ekki komið að þessum stjórnsýslubreytingum og hefðum ekki tekið þátt í þeirri vinnu. Þannig að við ákváðum eftir ágætis umhugsun að sitja hjá við þá vinnu, enda ætti kannski ekki að vera að blanda saman vinnu við breytingu á nefndunum og síðan þá kjaramálum allra kjörinna fulltrúa nefndarmanna vegna þess að þetta er sitthvort málið. En það er ekki þar með sagt að það sé ekki að gera það í samráði og vinnu bæði meir og minnihluta þegar ef að verið tekin ákvörðun að gera það. En það á væntanlega eftir að koma fram meiri upplýsingar varðandi bæði þá kostnað og mögulega hagræðingu og hvernig þetta á að auka skilvirkni í nefndavinnunni fyrir seinni umferðina. En mig langar til þess að varpa fram spurningum til fulltrúa meirihlutans, þá spurningum að varpa því bara til formanns bæjarráðs sem hún var með framsögu þessu máli sem að lítur að því að þó svo að við séum ekki að ræða beint áheyrnarfulltrúana, þá náttúrulega ef þetta hefði verið betur unnið og meira unnið, þá hefði það sjálfsögðu þó að vera ekki henni greinagerð komið fram að það ætti að gera þessa veigamiklu breytingu á nefndunum. Þannig að þetta er veigamikil breyting og það að mínu mati og okkar mati hefði það verið góður bragur á því að þó að ekki það verið minnst á það sem að það var að tala um það í þessu minnisblaði að ég man rétt að það ætti að koma með betri upplýsingar og viðauka varðandi kostnað og annars slíkt, að sjálfsögðu átti að nefna þar líka að það stæði til hjá meirihlutanum að fella niður og fella út þessa áheyrnarfulltrúa meirihlutans. Ég ætlaði líka að spyrja kostnaðinn en það kom fram í ræðu bæjarfulltrúa Höllu Karenar áðan kostnað varðandi áheyrnarfulltrúanum. Það mun væntanlega koma betur fram þegar að þessi viðauki verður lagður fram. En það sem að mér langar til þess að leggja fram spurningu er það þegar var tekin ákvörðun það að það yrði ekki lestrarálag fyrir þá sem að eru ekki bæjarráði núna, en það var gert á síðasta kjörtímabili og þótti mjög nauðsynlegt. Hvað var það sem réði þeirri ákvörðun? Hvaða rök lágu fyrir því að gera breytingu á þeirri samþykkt sem var þá gerð á síðasta kjörtímabili og hvaða hlutverk eiga og áttu áheyrnarfulltrúar meirihlutans að hafa í þessum nefndum og af hverju var talið nauðsynlegt að gera þessa breytingu til þess að koma þeim inn í nefndirnar, þar sem það nú væntanlega dálítið óþarfi því að meirihlutin er sjálfsögðu með meirihluti nefndum og áheyrnarfulltrúar ekki með atkvæðarétt eins og við þekkjum. Og hvað er það sem að breytir því núna að það þarf ekki að hafa áheyrnarfulltrúa í meirihlutans í nefndum þessa 11 mánuði sem eftir að kjörtímabilinu? Mér langar að biðja formann bæjarráðs að svara því. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi. Vill formann bæjarráðs bregðast við strax eða? Eftir smá, ég að funda. Já, það er óskað eftir fundarhlé, við verðum við því.
Við höldum hér áfram 874. fundi bæjarstjórnar og við erum að ræða hér mál 1.2 á dagskrá sem er tillaga að breyting á skipan fastanefnda og breyting á samþykkt stjórn Mosfellsbæjar sem því fylgir og samkvæmt sveitarstjórnarlögum þá krefjast breytingar á samþykktum 2 umræðna og við erum hér í fyrri umræðu og forseta láðist að nefna hér í upphafi fundar að vegna eðli málsins að þá hefur forseti ákveðið að þegar málið verður afgreitt fer fram sératkvæðagreiðsla að vísa málinu til síðari umræðu í bæjarstjórn þegar umræðum er lokið. En hér fyrir fundarhlé var beint spurningu til formanns bæjarráðs og hún ætlar að koma hér upp og bregðast við örstutt. Bæjarfulltrúi Halla Karen, gjörðu svo vel. Já, forseti og aðrir bæjarfulltrúar. Við erum ennþá hérna í 1.2, breyting á skipan fastanefnda til að vinnuhóps. Ég kem hérna upp til að svara einmitt örstutt þeirri spurningu sem beint var til mín frá bæjarfulltrúa Ásgeiri Sveinssyni af hverju áheyrnarfulltrúar hjá meirihlutanum sem hafði meirihluta í öllum nefndum og hvað hefði breyst, af hverju erum við núna að breyta því sem við ákváðum fyrir 3 árum. Ég ætla bara að svara þessu mjög stutt. Við bara í samningunum okkar þegar við komum okkur saman að verða meirihluti hér í bæ árið 2022, júní 2022, þá var þetta bara inn í samningunum okkar. Að það yrðu áheyrnarfulltrúar í öllum nefndum. Jafnræði hefur alltaf verið okkur mjög mikilvægt og enn þann dag í dag. Nú erum við búin með 3 ár á okkar kjörtímabili og 1 ár eftir og við höfum kynnst betur og slípast betur til og erum búin að framgangi margra stóra verkefna og við treystum okkur bara núna til þess að breyta svo erum auðvitað að huga að bara breyttu fyrirkomulega fyrst við vorum að stíga þessi skref að þá ákveðum fara bara enn lengra og ég ætlaði bara að koma upp til að svara því. Takk kærlega. Takk fyrir bæjarfulltrúa, þá höldum við áfram með mælendaskrá og þá það næst bæjarfulltrúi Dagný, gjörðu svo vel. Virðulegur forseti, ég kemur upp undir sama lið stofnun starfshóps nefndir og hópnefndir. Fyrir mér þetta mál þríþætt. Það fyrsta sem hefur verið bent á það svo ákvörðun mín að stíga tilbaka og taka ekki þátt í starfi hópsins. Öðru lagi skipalega nefnda og þriðja lagi þóknunar. Þessi er ekki allt alveg kannski sama máli. Í máli bæjarfulltrúa Hallekarinnar kom fram og ég hefði ásamt oddvita sjálfstæðismanna bakkað út. Eftir að hafa samþykkt að taka þátt í þessu og það nefnilega bara þannig í lífinu að maður má skipta skoðun. Ég fékk símtal á morgni mánudags þar sem ég var tjáð að á dagskrá þeirra viku í bæjarráði yrði lagt til að stofnanir, starfshópur, oddvitar, nefndir og fyrirkomulag þeirra ásamt launum og þóknunum. Það var sem búið ákveðið að setja mál á dagskrá og ræða það innan einhvers hóps áður en við, ég og oddviti sjálfstæðismanna, vissum af því eða að leita til okkar að fyrrapræði til að ræða það eitthvað. Og það stóð svolítið í mér. Ég ræddi þetta við mitt fólk og eftir það samráð ákvað ég að mæta á fyrsta fund til að átta mig á því hvort allir sætu á sama borði í samtalinu og hvort ég væri þá fylgjandi að halda áfram á bátnum. En þetta var allt fyrir páska. Og svo allra samgirni sem gert og kom þannig fram á fundi bæjarráðs og það hafi verið hugmyndin að eiga allt samtali við borðið. Ég fæ svo upplýsingur það á miðjum föstudegi fyrir þá einhverju viku síðan að sjálfstæðismenn hefði ákveðið að draga sig út úr svona nefnd. Og þá gerði ég nú svona frekar ráð fyrir því að fá símtal frá meirihlutanum sem að ég bara að spyrja hvort ég væri ekki örugglega ennþá bara borð. Og þau vinnubrögð eru svona góð og gagnleg af þeim sem að stýra, hvort sem það yfirmaður eða leiðtogi annað slíkt í þeim dúr. Einhverjum myndi kannski spyrja okkur ég hef ekki hringt að fyrrapræði og ég velti því alveg fyrir mér. En þegar maður í þeirri stöðu að vera í minnihluta og maður ekki að taka ákvörðun að stýra hópið eða leiða starfið, þá þarf hinn aðilinn að svolítið stíga fram. Og það vitum við sem höfum verið stjórnendur og stýrt starfi, á stundu þarf maður að eiga þau samtöl.
og mér fannst það eiginlega svona bara að skipta máli. Þannig að þetta var rætt aftur yfir helgina og ákveðið að hinkra. Það gerist ekkert á mánudegi og þriðjudegi og þá er ákveðið að ég dræmi líka tilbaka. Þá er komin 8. maí. Ég sendi póst á kvöldi 8. maí og ennþá fæ ég engin svör. Ekki póst móttökin, ekkert símtal, þannig að mér mætti bara þögnin ein og það þykir mér bara rosalega dapurt. Ef einhverju hringdi í mig, þá hefði ég nú bara allir líkindum haldið mínu stríku að mæta og hlusta. Í öðru lagi er það skipulag nefndanna. Ég vil benda á fyrsta fund þessara bæjarstjórnar sem fór fram miðvikudaginn 1. júní og þar voru ýmis mál til umræðu, meðal annars skipanir nefndir sem við höfum tilnefnt fólk til samkvæmt fyrirmælum. Þóknanir nefndir ráð og áheyrnarfulltrúar meirihlutans og þetta er fundi sem er númer 806 og hann er á YouTube. Og þar kemur margt áhugavert fram og það er rétt sem að bæjarfulltrúi Hallkell sagði áfram. Við höfum tekið með miklum framförum og þroskast og erum á reynsluríkari. Þannig að þar til þess voru lagðar línurnar kjörtímabilið. Það meirihlutinn sem lagði línurnar og það er hann sem hefur dagskrárvaldið. Og nefndaskipanin var ekkert borin undir okkur í minnihlutanum sérstaklega við upphaf kjörtímabilsins og því finnst mér það eiginlega bara fullkomlega eðlilegt að ef það gera breytingar á það, þá sé það meirihluti sem gera það, því það var hann sem ákvað að hafa þetta svona. Það var líka nefnt áðan að það hefði verið gerð stjórnsýsluúttekt og í henni hefði athygli verið vakin á því að við værum margar nefndir, en þá má kannski spurning var búið að benda á það að það væri nýbúið að fjölga þeim. En þegar við höfum farið yfir þessar breytingar í mínum hópi, að þá skiljum við alveg hugmyndina af þessum breytingum og skiljum alveg af hverju vera að hugsa þetta svona. En við höfum áhyggjur af því, bara svipað og oddviti sjálfstæðismanna kom inn áðan, við höfum áhyggjur af vinnuálaginu í skipulags- og umhverfisnefnd. Nú vitum við að það liggur mjög mikið fyrir skipulagsmálum og því er ansi hætt við því umhverfismálin hverfið þarna í hítinni. Við skiljum líka að það sé ákveðin samleið, það er kannski einfalda margt sér að taka sama máli fyrir jafnvel í nefndinni sem það var að vísa inn á milli. En skipulagsnefnd er eins og við höfum rætt mjög þétt og vinnusöm nefnd sem fundar oft og hún kemst sjaldnast yfir það sem liggur fyrir. Það er það sem við höfum áhyggjur af. Og ef við erum á þeim stað að þurfa að funda aukalega þá náttúrulega kostar það kostar laun nefndarmanna, það kostar laun áheyrnarfulltrúa og það kostar laun annarra starfsmanna en sviðsstjóra. Þannig að það er eitthvað sem á það kannski svolítið eftir að sjá hvernig vindur fram. En við veltum líka fyrir okkur út frá kannski því sem kemur fram með meirihlutasáttmálanum að efla sjálfstæða nefnda og fá þeim veigamara hlutverk. Og hvernig, við vorum svona að velta fyrir okkur hvernig nefndirnar geti gert það þegar verið að þingja á þær verkefni. Og við höfum áhyggjur af atvinnu- og nýsköpunarmálunum að við þurfum að sækja fram. Og er þetta rétta leiðin? Við veltum því líka fyrir okkur. En svo var það þriðji vinkillinn og það er þess að þóknanir. Það er komið það fram og sé ekki hægt að leysa þetta mál af því að við höfum ekki viljað með. En ég vil aftur benda á kannski þennan bæjarstjórnarfund þar sem var lögð fram tillaga kjörna fulltrúa og hún var nú ekkert eitthvað til mikið til umræða fyrir fund að á fundinu voru þessi gögn lögð fram án þess að við höfum fengið þau í hendurnar fyrir fund og það kemur fram í fundinum. Þannig að eins og ég hef sagt við oddvita Framsóknar þá er ég tilbúin í það samtal. Það stendur ekki á því. Þannig að þetta er fyrstu draugin okkar. Við höfum náttúrulega ræðið þetta ofta lengi og mikið, bæði þessu fundi næsta. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Þá er það bæjarfulltrúi Lofís að gera svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar kemur upp undir sama máli og það er fullt að tala eins og vænta mátti. Mig langar, ég ætla kannski aðeins fyrst að fá að bregðast við bara því sem að bæjarfulltrúi Dagný Kristjánsdóttir sagði núna rétt í þessu. Það er tvennt sem ég ætla að fá að bregðast við. Í fyrsta lagi er gefin upp einhver tímalína hvenær við áttum að hafa vitað af því að sjálfstæðismenn ætluðu ekki að taka sæti í þessum vinnuhóp og að þögnin eitt hafi mætt bæjarfulltrúa Vinnuhúsbæjar.
En sko, við vissum ekki af því að sjálfstæðismenn ætlaðu ekki að taka þátt í þessum vinnuhóp fyrir þarna á mánudeginum. Ég meina, þegar það bara kemur fram í fundargögnum, við erum ekki upplýst það, þessi tölvupóstsamskipti fulltrúana við stjórnsýsluna, á föstudeginum sem að var nefnd. Við bara kannast ekki við það, sko, við vissum ekkert það. Þannig að ég veit ekki hvers vegna, sko, af því að það var nú farið yfir það að ég meina af hverju að fulltrúa meirihlutans hefði átt að hafa samband og það væri svona hlutverk leiðtogans að hafa samband. Ég meina, við getum ekki haft samband ef við vitum ekki ákvarðanir, þannig að eða að þetta standi til, þannig að það hefði, og við höfum margítrekað farið yfir það að við vildum hafa alla með. Það var ekkert hafin nein umræða af því að það átti að ræða þetta með alla við borðið. Það farið mjög ítarlegu máli líka yfir þetta með launaliðinn að það bara hefðin hér og annars staðar að þegar laun eru rædd þá séu allir við borðið. Okkur fannst eðlilegast að tengja það við nefndastarfið og það var það sem var okkar tillaga þarna að gera. Þegar fólk segir sig frá því, þá er það ákvörðun okkar fara ekki í þá umræðu og ég ger ekkert ráð fyrir svo ákvörðun breytist. Það var gert ráð fyrir því að gera þetta allt saman og ekkert sem gefur tilefni til þess að breyta því. Það sem eftirlifir þá þessa kjörtímabils. Ef ég fer þá tilbaka og vísa ætla að bregðast við nokkrum hlutum sem komu fram í máli bæjarfulltrúa Ásgeirs Sveinssonar varðandi fækkun nefnda. Þá það í fyrsta lagi, þá vil ég ítreka það enn og aftur, það hefði verið alveg ljómandi gott að hafa allar þessar raddir við borðið áður til að hann kom fram. Í staðinn fyrir að við séum að eiga umræðuna eftir að meirihlutin leggur tillögu sína fram. Það okkur oft leiða á hálsi að tala ekki við minnihlutann en svo þegar að við leggjum okkur fram við að hafa minnihlutann með alveg frá fyrstu stundu þá valið að taka ekki þátt í því en síðan gagnrýna það sem við komum með fram. En það bara pólitísk leið sem valin og þá verðum við bara að bregðast við henni eins og hún Hér erum við að fjalla breytingar á nefndarskipun eins og hún var ákveðin í upphafi þessa kjörtímabils. Í upphafi þessa kjörtímabils var ákveðið að setja á atvinnu- og nýsköpunarnefnd vegna þess að atvinnu- og nýsköpunarmál sem heyrðu þá undir bæjarráð höfðu ekki fengið það vægi sem að við töldum mikilvægt að málefnin fengju. Þess vegna var farið í þessa vegferð. Svo líður á kjörtímabilið, við byrjum að vinna, þessi nefnd byrjar að vinna að alveg frábæri atvinnustefnu sem eitthvað sem var ekki til í bæjarfélaginu áður. Þetta fyrsta atvinnustefnan sem unnin var unnin í nefndinni. Mjög vel gert. Síðan gerð stjórnsýsluúttekt og þar kemur margt fram eins og Halla Karen Kristjánsdóttir bæjarfulltrúi kom inn á áðan. En eitt af því sem ekki var nefnt sem kemur út úr þeirri úttekt til dæmis nýtt svið eða skrifstofa umbóta og þróunar og í þessu sviði sem að við setjum síðan í kjölfarið á laggirnar ráðinn starfsmaður sem hefur ábyrgð á þessu málaflokki. Þannig að frá þeim tíma sem við tókum ákvörðun að stofna atvinnu- og nýsköpunarnefnd verður breyting að það verður til ný skrifstofa hérna. Það ný starfsmaður sem að fær ábyrgð á málaflokknum. Nú erum við síðan að halda áfram og við teljum þess að með þeim breytingum sem við erum búin að gera þá sé á það reynandi núna að færa málefnin aftur undir bæjarráð. Sjáum svo hvernig það gengur. Við allavega treystum þeim breytingum sem gerðar hafa verið og þeirri atvinnustefnu sem komin og þeim formanni bæjarráðs sem nú til þess að halda málefnunum að bæjarráði. Og við munum bara hjálpast að við það
og ég bara treysti á að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í bæjarráði geri slíkt hið sama ef þau hafa áhyggjur af því að málin falli eitthvað í skuggann. Síðan var talað sérstaklega umhverfis- og skipulagsnefnd og já, það vissulega svo að það mikið að gera hjá skipulagsnefnd. Það hefur verið vegferð hér að reyna að minnka ákveðin verkefni sem skipulagsnefnd hjá okkur hefur þurft að vera að taka fyrir, sem kannski ekki hjá öðrum skipulagsnefndum. Og bara var núna, ef ég man ekki betur, og þetta staðfestingar hérna á eftir ákveðna reglur varðandi, nú man ég ekki hvað kallað, svona smá einhver minni úti hús, íveruhús, þakka þér fyrir, þannig að það þurfi ekki að leggja það fyrir skipulagsnefnd í hvert skipti. Það eru slík umbótaverkefni sem eru sífellt í gangi og við höldum þeim áfram. En ég ætla, eftir að hafa skoðað að 2 stærstu sveitarfélög landsins, Reykjavík og Kópavogur, geta gert þetta svona, að vera með umhverfismálin og skipulagsmálin saman og það að færa umhverfismálin með þessum hætti nær skipulagsmálunum. Þannig að þegar að þurfi ekki að vera að leita umsagnar annarra nefndar heldur þurfi bara skipulagsnefnd sjálf að huga umhverfismálunum í ákvörðunum sínum, að þá kannski bara þá umhverfismálin sjálfkrafa veiga meiri sess. Ég allavega til í að láta á það reyna. Og eins og bæjarfulltrúi Hallakarin sagði hérna áðan, Kristjánsdóttir, að þá vitum við ekki nema að prófa það og við ætlum að prófa það. Síðan það áheyrnarfulltrúar og lestrarálag sem ég vil koma aðeins hérna inn á. Ég ætla þó að byrja á að minna á það að við erum að tala hér breytingar á nefndum. Þannig að það svona að vera að teygja svolítið lopan þegar það verið að vísa í eitthvað sem gerðist á síðasta kjörtímabili. En vegna þess að bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson kom hérna upp í pontu og talaði að við værum með eftiráskýringar kostnað, þá verði ég að segja, margur heldur mig sig, því að útskýringar sem komu lestrarálagið sem fylgdi á eftir, að hér hefði minni hlutin á síðasta kjörtímabili barist með kjafti og klóm fyrir lestrarálagi, bara vísa ég hreinlega til föðurhúsana. Þetta rangt, hreint og beint rangt. Það sem að fulltrúar minnihlutans börðust fyrir á síðasta kjörtímabili var það að fá greitt fyrir að sitja í bæjarráði vegna þess að 4 oddvitar minnihlutans áttu lögum samkvæmt rétt á setu sem áheyrnarfulltrúar í bæjarráði. Hins vegar ætluðu meirihluti í Mosfellsbæ, Hafnarfirði og Garðabæ allavegana að fella niður greiðslur þessara áheyrnarfulltrúa fyrir setu í bæjarráði. Þá fór af stað heljarinnar mikil umræðu og umræður milli minnihluta og meirihluta. Vegna þess að meirihlutan á síðasta kjörtímabili hugnaðist ekki að í bæjarráði yrðu 5 áheyrnarfulltrúar, því nota bene það var í lagi þá að áheyrnarfulltrúi meirihlutans væri frá samstarfsflokki. Þannig að það hefði verið 5 áheyrnarfulltrúar í bæjarráði og sem hefði þýtt að einungis 1 bæjarfulltrúi hefði ekki átt setu í bæjarráðinu. Þannig urðu hreinlega úrslit kosninganna 2018. Þetta hefði auðvitað haft för með sér gríðarlega mikinn kostnað. Það bara þannig. En svona voru niðurstöður kosninganna. Þetta var það sem að bæjarbúar vildu á þeim tíma. En okkur þótti ómaklegt, allavega einhverjum hluta, ekki öllum í minnihlutanum nota bene, það voru fulltrúar minnihlutans sem voru tilbúnir til að sitja launalausir í bæjarráði, sem það sem að meirihlutin ætlaði sér að gera. En í staðinn þá var ákveðið að fara í samningaviðræður við meirihlutan sem enduðu í því að fulltrúar minnihlutans myndu skipta sér í tvennt. Eiga 1 aðalmann og 1 áheyrnarfulltrúa á hverju ári, sem þýddi að hver oddviti minnihlutans fengi einungis 2 af þeim 4 árum sem það áttu inn í bæjarráði fengu setu þar. Hin 2 árin fengu 8 oddvitarnir og þannig var uppleggið oddvitarnir að fá lestrarálag, áttu bara 2 að fá lestrarálag.
Því var hins vegar breytt síðan í meðhöndlun meirihlutans og ákveðið að þeirra eini maður sem ekki átti þá sæti í bæjarráði fengi líka lestrarálag. Það þýddi að þegar við komum að borðinu í upphaf þessa kjörtímabils þá hefðu 5 bæjarfulltrúar sem ekki áttu sæti í bæjarráði fengið greitt þetta lestrarálag. Eitthvað sem kom bara til á síðasta kjörtímabili út af úrslitum kosninga þá. Þannig að enn og aftur það var sko ekki eitthvað sem að fulltrúar minni hlutans börðust fyrir að fá 60 skall á mánuði í staðinn fyrir að fá greitt full laun fyrir setu í bæjarráði og geta setu öll 4 árin í bæjarráði. Þetta var engin óskastaða eða draumastaða minni hlutans á þeim tíma. Bara til þess að hafa það á hreinu. Og ég ætla að líka ítreka það að þetta er eitthvað sem kom til á síðasta kjörtímabili. Það er vont að vera að rugla umræðu í dag nefndir núna og breytt nefndarfyrirkomulag núna með þessu. Það er ekkert sem að breyttist hjá okkur. Við sáum bara þarna tækifæri þegar við tókum við að jafna stöðu allra, þannig að allir áheyrnarfulltrúar gætu fengið greitt og held að það sé ég veit ekki, við erum að tala um þess að 2,6 milljónir á ári sem áheyrnarfulltrúarnir hafa kostað, laun á lestrarálag 5 bæjarfulltrúa sinnum 12 er töluvert meira. Þannig að þarna var bara peningur tekinn og nýttur með öðrum hætti og sparað að hluta. Hvort sem það er veigamikil breyting að fella á þetta áheyrnarfulltrúana ekki, ég meina að Halla-Karen kom aðeins inn á þetta núna áðan, það var falið líka vel yfir þetta á bæjarráðsfundinum. Það stóð, við ákvaðum að gera þetta og gerðum það. En megin markmið okkar hér í dag er það að það sé bara ein nefnd yfir hverju sviði. Að hvert svið þurfi bara að vinna málin sín til einnar nefndar. Það segir sér sjálft og ég veit ekki hversu, ég hafði bara ekki hugaflug til þess þegar tillagan var skrifuð og við þurftum að útskýra það einhvern veginn að í því fælist hagræði fyrir stjórnsýsluna. En mér finnst það einsýnt. Ég vil líka taka það fram að í tillögunni er talað kostnaðartölur. Þannig að ég veit ekki af hverju var verið að halda því hér fram áðan að það kæmi ekki fram í tillögunni. Það liggur fyrir í minnisblaðinu eða í tillögunni sjálfri hver hugsanlegur sparnaður við þessar aðgerðir sé. En ég tel nokkuð einsýnt að það sé fyrir starfsfólk hvers sviðs að vera bara í samskiptum við einn formann til dæmis til þess að ákvarða dagskrá þau málefni sem falla undir þeirra svið sé einföldun, þurfa ekki að vera að eiga í samskiptum við 2 formenn og velta fyrir sér á þetta mál að fara á þennan fundi eða hinn fundin. Það er líka ágætt að það skapast þekking hjá nefndarfólki hvers sviðs og það sé bara með heildar yfirsýn yfir starfsemi sviðsins en það liggi ekki á 2 stöðum. Þannig og höldum augunum á boltanum, það er það sem að máli snýst í dag, það er að við erum að fækka nefndum þannig að það sé ein nefnd yfir hverju svið. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Bæjarfulltrúi Ásgeir, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúi kemur upp undir sama máli. 1-2 breytingar á fastanefndum. Örstutt í viðbót varðandi þetta mál. Það er sjálfsögðu rétt að halda sig við þetta umræðuefni sem eru núverandi nefndir, en það sem við vorum að benda á var það að auðvitað koma breytingar á áheyrnarfulltrúum inn á þetta mál. Það sem við vorum að benda á, að ég var að benda á í mínu máli var að það eitt og sér, það hefði átt að koma fram að mínu mati
þó var ekki annað en í minnisblaðinu í málinu. Varðandi lestrarálagið og fjölda áheyrnarfulltrúa eftir kosningarnar 2018, þá það líka hárrétt að við höfum ekki dvelja við síðasta kjörtímabil. Það ágætt ef að bæjarfulltrúi Lovísa Jónsdóttir ætlar að fara að temja sig það sem eftir þessa kjörtímabils. Hún hefur verið mjög iðin við að segja hvað þetta var búið að vera slæmt í mjög mörg ár undir stjórn Sjálfstæðisflokksins í nánast öllum sínum svörum þegar ég hef komið í pontu, þannig að það ágætt ef að það verður nýbreytni þar á. Samkomulagið sem var gert hérna eftir það, í fyrsta lagi var það ekki lögbundið að það ætti að vera greitt fyrir áheyrnarfulltrúa í bæjarráði, hvort sem það var 5 eða 10 eða hvað það var. Það kom hérna tillaga eftir þær kosningar 2018 frá minnihlutanum ævintýralegan kostnað sem átti að leggja fram varðandi nefndir og annað slíkt, og það samkomulagið varð þetta, og það sem ég var að benda á var það að nú eru 5 aðilar sem eru ekki í bæjarráði, og það þótti ekki nauðsynlegt að vera með lestrar álag fyrir þá, en nauðsynlegt að vera með það á síðasta kjörtímabili. Og varðandi spurninguna af hverju ekki nauðsynlegt að vera lengur með áheyrnarfulltrúa í nefndum fyrir meirihluta, og af hverju hvert þeirra hlutverk hafi verið. Bæjarfulltrúi Halla Karen Kristjánsdóttir ákveður að koma ekki með nein svör það annað en bara þetta var ákveðið í samningum. Það er alveg gott og gilt svar, en það segir ekki til við eigum að passa hér skattpenningana á Mosfellsbæjar eins og mögulega getum. Hvert var tilefnið og hver var ástæðan fyrir því að það var ákveðið með áheyrnarfulltrúa meirihlutans. Það var bara ákveðið, en það að þeir eru búin að slípa svo vel saman og það er búið að vera 3 ár samstarf og þetta gengur svo vel, þá þarf ekki lengur að vera með áheyrnarfulltrúa. Það er þá allavega gott að samstarfið gengur svona vel, en ég vil benda á það að það skipti ekki máli þegar þeir eru ekki með atkvæðisrétt, þannig að ég skil ekki að það skipti neinu máli. Ef við tölum bara íslensku, að þá var eingöngu verið að fara af stað með þetta til þess að fleiri aðilar innan lista meirihlutans, Framsóknar, og þá sérstaklega Viðreisnar og Samfylkingar sem fengu 1 kjörinn fulltrúa, fengu bitlinga hér inn í nefndin. Við skulum bara tala hlutina eins og þeir eru. Og það er bara ákvörðun meirihlutans og þau hafa sjálfsögðu rétt til þess að gera samninga það sín á milli. En við skulum samt bara tala hlutina eins og þeir eru. Það fyrir bæjarfulltrúi, fleiri sem óskast að taka til máls þennan lið. Bæjarfulltrúi Halla Karen, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég er smá hugsi núna. Ég kem hérna upp til að svara oddvita sjálfstæðismanna, bitlingar. Ég er eiginlega orðlaus. Þú veist, ég tala íslensku og ég sagði áðan, að við gerðum með okkur samning, við erum 3 flokkar sem við höfum bara með mismunandi áherslur og vorum að slípa okkur saman. Við vildum hafa jafnræði, allir væru með, það var fullt af stórum og miklum ákvörðunum sem við þurftum að taka og allir vildu vera við borðið. Þið vitið það öll þegar maður er á nefndarfundi, það er annað að sita á nefndarfundinum heldur en að heyra það eftir á í meirihluta, að hafa verið og upplifa allt samtölin og svona. Þannig að það var ekki hugmyndin að þetta væri bitlingar, bara svo það sé alveg á hreinu. Þetta var samkomulag, þetta var jafnræði og við vildum að allir sætu við sama borð. Og síðan bara er það alveg hárrétt að 3 ár eru liðin, við erum reynslunni ríkari, ég get talað fyrir mig sem hef ekki áður verið í svona miklu starfi, að maður er öruggari, þótt maður sé alltaf að læra eitthvað nýtt á hverjum einasta degi og er aldeilis ekki að maður geti ekki einmitt bakkað tilbaka og tekið aðrar ákvarðanir ef maður hlustar á samfæringu minnihlutans sem er að rökstyðja eitthvað eða meirihlutans og breytir einhverju skoðun, en bitlingar var þetta ekki. Og núna
það ákveður bara það sem við vorum að fara í stórar aðgerðir að huga eins betur að og einfalda stjórnsýsluna, reyna að gera hana skilvirkari og svo náttúrulega bara plúsa að séu hagræðinga í leiðinni, að sé ykkur sparnar því okkur vantar peninga, að það ákveður bara að taka skrefið enn lengra og taka út áheyrnarfulltrúa. En bitlingar voru það ekki. Takk. Takk fyrir, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan dagskrárlið. Bæjarfulltrúi Rúnar Bragi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Afsakið. Ég kem upp undir sama máli, eðli máls samkvæmt. Það hefur margt verið sagt hér og talað og það er bara gott mál. Það hafa allir rétt á því. Mér langar bara aðeins að segja varðandi þetta að hér er tillaga sem tillöguflytjandar er oddvitar BCOS lista á þessari tillögu og það að hér hafi fulltrúi okkar í Sjálfstæðisflokknum, oddviti okkar, vikið úr þessari nefnd og líka fulltrúi listans. Þá held ég sé bara þannig að við erum auðvitað í minni og meirihluta hér. Þannig er það og þannig er bara skipuritið hér. Auðvitað er gott að ræða hlutina oft og iðulega og hér er líka að tala að við séum að koma með hvert og hveina yfir því sem er lagt á borð að ekki hafa viljað vera inn í fundarherbergi og rætt það. En það er bara þannig að meirihlutin inn í end tekur ákvörðun þetta. Meirihlutin tók ákvörðun þetta í upphafi kjörtímabils og er núna að breyta og þeir tóku líka ákvörðun stjórnsýsluúttektina og tóku líka ákvörðun það að fylgja henni eftir í nánast einu og öllu án athugasemda. Þannig að við erum jú að fara hérna yfir þessi mál og hvort sem að við getum auðvitað sagt okkar málið. Ég verð að segja það að við allavega í Sjálfstæðisflokknum, við höfum raðað að okkar mati mjög hæfu fólki í þær nefndir sem hafa verið hér. Og okkar fulltrúar hafa verið ötulir við að ræða málin inn í nefndunum. Og það lítur hér út fyrir það að við þurfum auðvitað að breyta okkar nefndarfólki og það er verið að fækka nefndum, þannig að það þarf að fækka fólki og við getum verið sammála það ekkert endilega sammála það að þetta sé besta lausnin, ég veit það ekki, en við vorum ekki ákváðum að vera ekki með í þessu, en við höfum haft að okkar mati algjörlega hæfa fulltrúa sem að hafa skipst niður á og nú er verið að sameina ákveðnar eins og til dæmis menningar, íþrótta og lýðheilsumál að við höfum verið með fulltrúa sem að við teljum vera mjög hæfa inn í menningarmálin og inn í íþróttamálin og inn í lýðheilsumálin en nú þurfum við að breyta því við höfum bara 2 fulltrúa. Þannig að kannski erum við þá ekki með algjörlega fullhæfa ákvæmætti kannski fyrir öll málefni en auðvitað á sama sviði inn í hjá Mosfellsbæ. En kannski hefur það bara líka verið allt í lagi að hafa 2 nefndir inn á einu sviði af því að það kannski skarast oft á málin. Það hefur ekki endilega verið sömu starfsmenn inn í nefndunum. En þetta er það sem búið að leggja fram og þetta verður samþykkt hvort sem við neitum því eða samþykkjum ekki. Það er alltaf auðvitað mergur málsins og það er meirihlutans að ákveða það. En við höfum auðvitað okkar andmæli rétt og við auðvitað nýtum hann okkur hér. Þannig að það var ekki breyting á því. Takk fyrir bæjarfulltrúi.
Bæjarfulltrúi Aldís, gjörðu svo vel. Fyrir fórseti, kemur hérna undir þessu sama máli. Sko, ég hefði einmitt vilja ræða kannski aðeins meira bara þessa ákveðnu tillögu og hvað hún felur í sér á þess að fara í alla þessa sagnfræði sem felst í lestrarálagi og ekki lestrarálagi, ég ætla ekki að setja mig inn í það. En það er alveg eðlilegt að við ræðum það hvort að þetta sé góð hugmynd eða ekki. Og ég verð alveg að segja fyrir mitt leyti að lýðræðið á þessu stjórnvaldsstigi sem að sveitarstjórnarmálin eru hafa raunverulega valdið mér bara ákveðnum vonbrigðum á þessu kjörtímabili. Ég gerði mér ekki að fulla grein fyrir því að í svona fámennri stjórn eins og bæjarstjórn hún sé nú orðin 11 manns, að þá væri það raunverulega þannig að helmingurinn af fólkinu sem sætu við borðið væri bara ekki með. Og hvort sem að þeim boðið að borðinu eða ekki. En ef að það er þannig sem að kjörnir fulltrúar nútímans kjósa að vinna, þá er það auðvitað bara þannig. En við þurfum öll að bara ábyrgða okkur og ég hefði kosið að við innum öðruvísi. Það er nú stutt eftir og þetta hefur verið svona og ég svo sem hef engar sérstakar væntingar til þess að þetta muni breytast. En þetta hefur valdið mér vonbrigðum. En ég skil alveg hlutverk minnihluta auðvitað að vera gagnrýnin, rýna til gagns, koma með aðrar hugmyndir og það er bara allt í fínu lagi. En þetta er sama verklag og við erum með við fjárhagsáætlanagerð og þar kemur minnihlutin með sínar hugmyndir alveg í lokin, ekki búin að afla þeim fylgis, ekki búin að ræða þær neins staðar og í rauninni leggur þær bara fram til þess að leggja þær fram. Ég hef sagt þetta áður hér. Leggur þær í raun og veru ekki fram til þess að þær séu samþykktar. Að þannig lítur þetta allavega við mér. En mér finnst gagnrýnin sem þessi tillaga er að fá, sem er þá aðalega svona efnislega og fólk hefur áhyggjur af vinnuálaginu í nýrri umhverfis- og skipulagsnefnd og mér finnst þetta bara mjög réttmætt gagnrýni og það þarf alveg að bregðast við því. Og það mætti alveg hugsa sér að rýna í hverju felst allt þetta álag í skipulagsnefnd. Er hægt að breyta því eitthvað? Frekar en að halda endilega uppi óbreyttri nefndaskipan. Þannig að það væri hægt að gera það. Vissulega búið að lyfta atvinnumálunum hér mikið á þessu kjörtímabili og við viljum ekki missa dampinn þar. Hvernig bregðumst við því? Er það með því að halda úti ákveðinni nefnd, fagnefnd, sem er svona eins og hún er í dag, eða getum við gert það með öðrum hætti? Þannig að mér finnst allavega að þetta sé réttmætt og ég held að það sem að bæjarfulltrúi Rúnarbragi var að benda á áðan að það er auðvitað verður aðeins flóknara fyrir nefndarfólk að sitja í íþrótta-, menningar- og lýðheilsunefnd heldur en íþrótta- og tómstundanefnd. Það eru svona aðeins afmarkaðari málefni og þú svona fólk hefur bara pottþétt, þeir sem að sitja í íþrótta- og tómstundanefnd hafa áhuga á íþróttum. En þeir eru kannski hafa minni áhuga á því að fjalla um menningu. En þannig að þetta er eitthvað sem að flokkarnir þurfa auðvitað svona aðeins að velta fyrir sér og fjalla um. Þannig að ég skil þetta. Þetta er bara mjög góðar ábendingar og við svona og það er bara fínt að þetta mál fari í aðra umræðu. Það er alveg rétt að meirihlutinn auðvitað leggur þetta fram og meirihlutinn ræður þessu ef við ætlum að hafa það þannig. En við skulum samt ekkert vanmeta það að við erum að ræða þetta og við erum að ræða þetta af því að einhver ákvað einhvern tímann
að við ættum að ræða þetta tvisvar að því þetta skiptir máli og það eiga allir að koma að málum þegar við erum að fjalla svona hluti. Við erum ekki að ákveða þetta bara til eins árs. Svona stjórnskipulag, því ekkert oft breytt. Kannski verður því breytt oftar eftir því sem tíminn líður af því að það hefur bara auðvitað margt breyst í samfélaginu okkar, í umhverfinu, í pólitíska umhverfinu líka. Og ég held að sko, það hljóti allir að finna fyrir því að þó að sé kannski ekkert vandamál í dag að manna allar þessar nefndir, ég ekki að segja að það sé endilega vandamál, en ég held að það sé ekkert offramboð af fólki sem að bjóða sig fram til nefndasetu í fagnefndum í sveitarstjórnum, frekar en í öðrum félagsmálum. Þannig að en þetta er klárlega mikil breyting og bara mjög gott að ræða hana og svona, og hún er annars vegar inn í stjórnkerfinu og hvernig það funkar allt saman og þeir sem vinna þar þurfa auðvitað líka einmitt að breyta einhverju verklagi hjá sér. Ég held persónlega að það sé til einföldunar, ég held það, ég vona það, þess vegna þetta lagt fram, en eins og hefur komið fram líka í dag, að ef að það svo ekki reyndin, ef þetta raunverulega ekki til þess að einfalda neitt, þá þarf að endurskoða. En það þarf kannski ekki að endurskoða þetta komplett, kannski hægt að endurskoða eitthvað af þessu, en ég held að það verði þá allavega ekki gert án þess að fara efnislega í það hvað veldur álagi bæði nefndamegin hjá kjörnum fulltrúum og í þeim málum sem nefndirnar taka fyrir og svo líka inn í stjórnsýslunni. Þannig að þetta er svona það sem að mér langaði til þess að segja. Mér finnst gagnrýnin, sko, þessi efnislega gagnrýni eða það sem hefur verið bent á, málefnalegt. En svona þetta rof og þessi rosalega mikla áhersla á meirihluta og minnihluta, ekki bara hér, heldur bara líka bara í pólitík almennt, veldur mér bara vonbrigðum. Og mér finnst ekki rétt að þeir sem eru kjörnir af helmingi kjósenda stundum, að þeir hafi ekkert neitt að segja. Þannig að ég kannski bara nota tækifæri að hvetja okkur öll til þess að stíga eins upp í því. Þetta er ekkert lögmál, það þarf ekkert að vera svona. Og það er ekkert bara meirihlutin sem stýrir þessu, það er líka minnihlutin sem það líka stíga upp í það og láta sem málum varða að vera með, leggja fram tillögur sem eru til þess bærar að vera samþykktar. Þannig að já, langar bara að koma þessu fram. Takk fyrir bæjarfulltrúi, þá er það bæjarfulltrúi Dagný Gjörsvel. Virðulegur forseti, mig langaði Aldís eiginlega sagði það sem ég ætlaði að segja. Það er búið að tala svona um þessi gagnrýni, en þetta eru málefnalegar ábendingar. Og mér finnst það að komið fram hjá okkur báðum í minnihlutanum á þess að ég ætla að tala fyrir hönd sjálfstæðismanna að við skiljum fásetnirnar og þær eru ekkert alveg út í bláinn, þannig að þetta eru málefnalegar umræður. Takk fyrir bæjarfulltrúi Rúna Bragi Gjörsvel. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég gerir þetta alltaf skemmtilegt að spjalla hérna við ykkur. Sko, þessar tillögur sem að hér koma fram eru bara góður gildar, ekkert mál. Við í D-listanum, við komum með bókun í málinu sem var lesin upp hérna fyrir í dag. Þar sem við komum með ákveðnar athugasemdir í þeirri bókun og fylgdu því aðeins áfram með útskýringum. Þannig að við erum auðvitað með að svo auðvitað hafa hérna orðið alls konar skrýtnar umræður eftir það sem að kannski hérna stundum. En það er bara þannig og gott mál. En það sem að þarf að gera þegar að þessu er allir á botninn hvolft, það þarf að breyta líka samþykktum. Ekki bara samþykktum eins og hér liggur fyrir samþykktum stjórn Mosfellsbæjar, heldur að inni í þessum nefndum eru samþykktir fyrir nefndirnar. Það kemur ekkert fram það í þessum tillögum.
En auðvitað þarf þá að breyta samþykktum fyrir hverja nefnd og þá líka nefnd sem kemur hér inn fyrir ef að hún á komin í bæjarráð, það þarf að vera samþykkt fyrir það hvernig eigum að umgangast þau mál hér í bæjarráði. Það eiginlega okkar mat að við hefðum alveg vilja hafa, eins og kom fram hér í máli Ásgeirs áðan, að hafa þetta jafnvel fyrir utan bæjarráð og halda bæjarráði eins og það er. Þannig að ég að segja, sko, samþykktirnar fyrir nefndirnar þurfa að breytast og þá þarf nefndirnar að fara í það þegar búið að skipa þær upp á nýtt. Þannig að það nú ein tillagan kannski sem að við komum þá með hér og ef að þetta verður að samþykkt þá þurfum við að breyta samþyktum. Við þurfum auðvitað að breyta samþyktum á samþyktum stjórnmársbæ eins og hér undir líka, en það þá varðandi nefndirnar, en nefndirnar hafa allar einhverjar samþykktir og einhverjar reglur til þess að vinna eftir. Þannig að það þarf að breyta því. En já, ég held að við höfum alveg bara komið með ágætis málefnalegar athugasemdir. Við höldum því áfram. Auðvitað við sögum það líka í bæjarráði, við erum ekkert á móti þessum, þetta eru ágætis tillögur, getur alveg orðið fínar nefndir. En við höfum áhyggjur þarna við höfum áhyggjum af því hvort að við séum að setja of mikið álag, hvort að við séum að þurfum að vera með fleiri fundi. Nú skipulagsnefnd með eina nefndin sem að fundar oftast held ég, eða hálfsmánaðarlega. Kannski þurfum við að vera þá oftar með hálfsmánaðarlega fundi fyrir aðrar nefndir eða þurfum við að jafnvel vera 3 sinnum í mánuði með umhverfis- og skipulagsnefnd, ég veit ekki. Þannig að sko, annað breyting á skipan fastanefnda og svo breyting til sparnar. Þannig að það spurning hvað, þú veist, við eigum eftir að sjá það. Kannski munum vinnast betur, en það líka eins og við höfum sagt, það þessi vinna nefndana og skipulagi á því, til dæmis fyrir fjárhagsáætlanir eða að koma með tillögur. Ég ósammála því að við höfum komið hér með tillögur til fjárhagsáætlana sem eru bara tillögur eitthvað út í bláinn. Við höfum verið að koma með tillögur sem við höfum talið að væri í lagi. Þannig að en það líka spurning hvernig nefndirnar vinna þetta. Takk fyrir bæjarfulltrúi, bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, varðandi samþykktirnar fyrir nefndirnar að þá hefur verið vinna í gangi að endurskoðun samþykkta. Ef að þessar breytingar ganga í gegn, þá það auðvitað vinna sem verður farið í framhaldinu. Við þurfum auðvitað að hingra og sjá hvort að þessar breytingar fari í gegn og ef að það verður að þá munum við vinna að breytingum og samþykktum einstakra nefnda í framhaldinu og vonandi verður það þá tilbúið í haust. Varðandi skipulagsnefndina og umhverfismálin, að það alveg rétt að það mörg mál sem að koma í gegnum skipulagsnefndina. En við höfum haft áhyggjur af því hér innanhús hvaða eru gríðarlega mörg mál sem að koma vegna smávægilegra breytinga, til dæmis í sumarhúsum. Þetta sést varla í öðrum sveitarfélögum, svona nema þá kannski Grímsnes og Kaldningshreppi og öðrum slíkum stöðum sem eru með jafn mikið af sumarhúsum, að þetta talsverður fjöldi af svona málum sem að eru, eins og ég segi, kannski minni breytingar sem eru líka að taka tíma og auðvitað það fólk rétt á lýðræðislegri málsmeðferð og stjórnsýslulegri, en við höfum aðeins verið að ræða þetta hér innanhúss hvort að vinnulagi geti verið annað og núna á meðan á þessum fundi stóð og þá fletti ég gegnum allar fundagerðir skipulagsnefndar síðastliðið hálft ár og mér sýnist líka mjög mikið sömu málin koma inn aftur og aftur. Þannig að það eru hugsanleg tækifæri til þess að skoða þessi mál
því að ég, eins og bæjarfulltrúi Ásgeir minntist á áðan og þá hefur það komið fram að við viljum alls ekki auka álagið á skipulagsfulltrúa. Við viljum frekar gera lífið og starfið einfaldara fyrir þann duglega einstakling. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarstjóri. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera og eins og forseti nefndi hér fyrr á fundinum þá munum við afgreiða þetta mál sérstaklega og þar sem forseti leggur til að málinu verði vísað til síðari umræðu í bæjarstjórn og mun þá taka þá afgreiðslu núna áður en við höldum svo áfram með aðra liði bæjarráðsfundargerðar. Þannig að ég bið þá bæjarfulltrúa sem samþykkja að vísa framkominni tillögu breytingu á samþykktum stjórn Mosfellsbæjar til síðari umræðu að gefa merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir það. Þá höldum við áfram með fundargerð 1670. fund bæjarráðs og þá fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Enginn kveður sér hljóðs aðra liði þessarar fundargerðar. Við tökum hana til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja staðfesta fundargerð 1670. fundar bæjarráðs að gefa merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Þá það annað dagskrármál sem fundargerð 290. fundar íþrótta- og tómstundanefndar. Sá fundur fór fram 27. maí síðastliðinn og þar voru 3 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Sævar, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, kemur upp undir máli 2.2. Þannig sem við í íþrótta- og tómstundanefnd fengum góða yfirferð frá starfsmönnum MÍL sviðsmyndir og kostnaðarmat varðandi íþrótta- og tómstundar og menningarmál og allt sem því fylgir í skipulagi á Bleikastaflundi. Í fullu gangi, þetta er náttúrulega risavaxið verkefni og erum þar í fyrsta áfanga og það þarf náttúrulega að huga að ýmsu og þar á meðal það mannverki fyrir þá íþrótta- og tómstundar og menningarmál og tengda starfsemi sem þá fyrir utan þessa hefðbundnu og lögbundnu þjónustu sem skóli og annað. Þannig að það þarf að passa upp á að þessi partur sé alltaf inn í umræðinu og hafður í huga þegar verið að skoða skipulagið af því að við viljum náttúrulega hugsa þetta til langs tíma og mikilvægt að við förum að stað í þetta með skýra sýn í þessum málaflokkum. Það eru svona eins og hægt að sjá í meðfylgjandi skjölum þar sem unnið í kjölfar áhættumats KPMG á aukningu á Bleikastaflundi. Þá sjáum við þarna að það eru svona ýmsar sviðsmyndir sem teiknaðar upp og eins og til dæmis bara hversu stór íþróttamannvirkin eiga að vera, hvernig eiga að haga málum varðandi sundlaug á svæðinu með tillit til skólasunds svona sérstaklega og svo náttúrulega koma spurningar eins og bara hvar viljum við staðsetja íþróttamannvirkin og fleira. Þannig að rauninni MÍL eða menningar- og lýðheilsu sviðið að koma svona með tillögur það hvernig við getum þá unnið þetta áfram og áttu við
fínar umræður í nefndinni þetta og það nauðsynlegt að þessi nefnd taki þetta svolítið föstum tökum og þetta verður vafalaust ekki síðasta sinn sem að við munum ræða akkurat þetta því að eins og ég segi og endurtek þá verðum við að vera með skýra sýn, það eru margur skýra sýn í þessum málum og við höfum bara séð það hvað líka mikilvægt að við séum að horfa lengra heldur en 1, 2, 3 ár fram í tíman. Við erum að horfa þarna á íþrótta og tómstundar og menningar tengda starfsemi til langs tíma. Þetta náttúrulega verður upp undir 9.000 manna íbúabyggð á þessu svæði. Þannig að þess þá heldur að við þurfum að passa vel upp á að við nýtum þetta sem best, þessi mannvirki sem munu þarna byggjast og við vitum það að þetta er kostnaðarsamt og við þurfum að passa upp á að við stillum þess aðan upp, bæði staðsetning húskroppa og hvernig við sjáum fyrir okkur að nýta mannvirkin, að það verði á sem besta máta, þannig við fáum sem mest fyrir þessar fjárfestingar. En ég segi, bara mikilvægt að við höldum þessu á lofti og þessi umræða í nefndinni verður svo tekin þá áfram inn í þessa vinnu sem er náttúrulega í fullum gangi. Þannig að, já, takk fyrir það. Takk fyrir bæjarfulltrúi Rúnar Bragi, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, ég kem upp undir sama máli í íþrótta- og tómstundanefnd. Það segja aftur íþrótta- og tómstundanefnd. Þetta er kannski í síðasta sinn sem ég segi það. Það kom fram, það er mjög gott að fá þessar kynningu sem að Arnar Jónsson hélt fyrir nefndina og nefndin, það sem kemur ekki kannski fram í bókunni, því að þetta eru svona skemmtilega bókanir, en langar að því að ég kom aðeins inn á það inn á fundinum, að varðandi til dæmis skólasund. Og við ræddum það aðeins á fundinum að þegar uppbygging á þessu landi og þessari byggð verður, að svona samkvæmt þessum svona fyrstu skýrslum lítur út að nemendur eða íbúar muni fara í skólasund eða þeir nemendur sem eru í skóla þarna ættu jafnvel að vera hér inn í okkar núverandi sundlaugum. Við ræddum það á fundinum að það væri mjög mikilvægt skólasundur, þar sem að sundlaugarnar í dag eru bara nánast yfir fullar í skólasundinu, að við ættum að horfa til þess að vera með sér sundlaug fyrir skólasund á svæðinu. Þannig að ég ætlaði bara að segja það hér að þetta var það sem við ræddum aðeins í hérna og Arnar, starfsmaður nefndarinnar, ætla að taka það til greina í áframhaldandi vinnu. Þannig að ég held að það sé bara ágætt að fá svona skýrslur á til og þessum og þetta verður stórt og mikið verkefni en hérna það er nefnilega ágætt að nefndirnar kannski fái þetta að segja og geti þá þetta sagt því að þarna kemur þetta svolítið sem svona að það er búið að ræða þetta og rýnihópar og annað og svo kemur þetta inn í nefndirnar og oft þetta bara kannski svolítið segi ég bara hér, samþykkt eða lagt fram og kynnt, en að við höfum þá eitthvað það að segja að hérna, og þá er þetta að ræða það inn í áætlunargerðum og öðru að hvort að þetta sé gerlegt. Takk fyrir bæjarfulltrúi Dagný, gjörðu svo vel. Virðulegur forseti kemur upp undir sama leið. Já, þetta er gerlegt. Það þarf náttúrulega að hugsa þetta því að það þarf, eins og einhverju vita, þá eru öryggiskröfur fjölda nemenda í sundi á hvern hóp og það þýðir ef við erum 15 nemendur á hámarki þá þurfum við alveg óbunni á sundtímum, til dæmis fyrir 700 grunnskólanemendur. Þannig að við getum ekki sett það og allar þessar laugar sem fyrir eru. Það væri hægt að gera eina litla kennslulaug. Ég hef unnið í skóla sem það var og það var alveg ótrúlega gott skipulag. Hún var kannski 10 metrar en hún skilaði öllu því sem hún þurfti að skila og þar líka losnaði skólinn til þessu rútuferðir fram og tilbaka
Þannig að þetta er eitt af bara atriðum sem þarf svolítið að rýna svolítið við í Blikastalandinu upp á það að það kom ekki kostnaður annars staðar til þess með endalausu rútuferðum í varma. Þannig að þetta er bara góð punkt. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið? Svo tel ég ekki vera. Já, bæjarfulltrúi Rúnar Bragi Gjörðsvel. Bara að því ég fær tækifæri til þess, forseti bæjarfulltrúar. Takk fyrir. Ég held ég hef nefnilega ekkert sagt þetta hérna svona í beinni útsendingu, en hérna að því að við erum að fara að skipuleggja þetta frábæra land í framtíðinni, þá hef ég nefnilega að tala fyrir því, stundum fyrir vikum eirum, að varðandi skólan okkar, að hafa hér í Mosfellsbæ eitt gott og stórt mötuneyti þar sem við getum keyrt skólamat í skólan okkar. Ég held að við spörum helling á því. Við spörum líka kolefnissporið. Þar sem í dag erum við að keyra á stórum sendiferðarbílum frá öllum byrgjum Reykjavíkur og höfuðborgarsvæðisins með alls konar vörur. Það hefur líka verið rætt það að jafnvel eftir að hér varð skólamáltíð gefin frí í skólum, að umræðan hefur oft verið að gæðin hafi eitthvað minnkað, sem vonandi ekki. En mér langar bara að því það er verið að taka þetta upp, að nefna það að ef við myndum horfa til þess, segjum þá Blikastaðalandið, þar verði fullkomnasta eldhús landsins með landsliðskokkum sem að framleiða jafnvel eigin ræktun eða fá úr Helgafellsskóla ferskt hráefni og þessu sé keyrt í minni bílum, rafmagnsbílum eða hverju sem í skólan okkar hér og jafnvel helst á bæjarskrifstofurnar til starfsmanna að þetta sé eitthvað sem við ættum að horfa til, bæði vegna plássleysis sem við erum með í skólanum og við munum síðan áfram nota auðvitað þá starfsmenn sem eru í eldhúsunum í dag og til þess að gefa okkar fólki að borða. Okkur leik. Takk fyrir bæjarfulltrúi og þá gefur forseti aftur þær á þessu úr því ekki að búa að loka liðum hvort fleiri vilji tjá sig þennan lið og svo tel ég ekki vera og fundargerðin er opin fyrir umræðu að öðru leyti en enginn kveður þessu hljóð sem aðra liði þessara fundargerðar. Við tökum hana þá til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð 290. fundar íþrótta- og tómstundasnefndar að gefa merki. Það er samþykkt, já, samhljóða, takk fyrir. Þriðja dagskrármál er fundargerð 261. fundar umhverfisnefndar. Sá fundur fór fram 3. júní síðastliðinn og þar voru 4 mál á dagskrá. Fundargerðin er opin fyrir umræðu. Já, bæjarfulltrúi Lovísa hefur vakið athygli á að hún þarf að víkja undir lið 3-4 vegna starfa sinna og ef engar athugasemdir eru við það og þá tökum við þann lið fyrir sérstaklega. Er einhver sem óskar eftir að taka til máls þann lið? Svo tel ég ekki vera og þá tökum við þann lið sérstaklega til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa sem geta samþykkt eða staðfest þann lið og að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Takk fyrir.
Syngur við eftir að... Já, tökum stuttfundarhlé.
Býtum nú við. Við höldum hér áfram fundi 874. fundi bæjarstjórnar. Við erum hér í 3. dagskrármáli. Höfum lokið afgreiðslu liðar 3-4 en fundargerð umhverfisnefndar er opin fyrir umræðu að öðru leyti. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og tökum fundargerðina til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa sem geta staðfest fundargerð 261. fundar umhverfisnefndar að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Takk fyrir það. Þá er það 4. dagskrármál sem er fundargerð 632. fundar skipulagsnefndar. Sá fundur fór fram 7. júní síðastliðinn og þar voru 19 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Sævar, gjörðu svo vel. Fulltrúar, kemur upp undir máli 4.4. Vestaland 1, óskum aðal- og deiliskipulagsbreytingu. En þarna var lögð fram til kynningar til aðal- og deiliskipulagsbreytingu fyrir Vestaland 1 sem er á vinnslustigi. Það sem við vorum að fara, sem skipulagsnefndin var að fara yfir samantekt og rýni umsagna. En þarna er sem sagt breyting á gildandi deiliskipulagi þar sem að breytingin felur fyrst og fremst í sér tilfærslu á húsakroppunum og einnig mun felur tillagan í sér að fjölga eða breyta notkun að hluta þar sem að þá eru það 20 íbúðir en í gildandi deiliskipulagi þá er þarna einungis atvinnu húsnæði og þá er það fyrst og fremst verslun og þjónusta. En þarna voru að taka fyrir umsagnirnar og sem voru þó nokkrar og sem er náttúrulega bara besta mál að íbúar séu að beita sér í málum tengdum sínu bæjarfélagi og bara lýðræðislegt og besta mál að það sé þannig. En það skal þá tekið fram að sko breytingin felur fyrst og fremst í sér þetta að við erum að þetta er þá 20 íbúðir sem er þá í þessari vinnslutillögu. En það sem að húskropparnir eru að færast til þá þýðir það að þrátt fyrir að hlutið er að hækka úr 2 hæðum upp í 3 þá er mænisæði einungis hækka 1,5 metr. Svo það skal tekið fram. En það, eins og ég segi, þetta er ennþá á vinnslustigi og þá eftir að kynna þetta skipulag fyrir íbúum og ekki búið að samþykkja skipulagið eins og þannig að íbúar hafa ennþá tækifæri til þess að kynna sér gögnin ennþá betur þegar þau verða lagt fram þá með ítarlegri upplýsingum, myndum og öðru sem að gefa fólki betri mynd af því sem að mun rísa þarna eða áætlað er að rísi þarna en það sem að skal þó haldið til haga þá er svona hægt að gera ráð fyrir því að vegna þess að þetta Helgafellshverfi er búið að vera ört stækkandi og þarna munu þegar framleiða stundir vera upp undir 4.000, jafnvel rúmlega 4.000 íbúar sem þýðir náttúrulega að það kallar á einhvers konar þjónustu sem er engin eins og staðan er í dag. Þannig að myndi ætla það að þetta verði kærkomið fyrir íbúa í þessu hverfi og einhverju sjái tækifæri í því að vera þá með einhvers konar þjónustu eða reka verslun þarna. Enda mjög tilvalin staðsetning þar sem að þetta er unnið svæði eða þetta er lóð sem að allir keyra framhjá hvort sem þetta leið úr eða í hverfið.
en nefndin sem sagt komst að þeirri niðurstöðu að samþykkja það að kynna og auglýsa á fyrirliggjandi tillögur sem eins og segi á vinnslustigi og skipulagsfulltrúa þá var falið að fullvinna gögnum og þá í framhaldinu að halda kynningafund sem að ég reikna nú með að verði nú bara haldinn einhver tíma á næstu mánuðum, minnst nú líklegt að það verði þá eftir sumarfríin, þannig að ágúst september finnst mér ansi líklegt. Ég vil bara svona vekja athygli á þessu og svona líka svolítið fagna því að við séum að horfa fram á vonandi að þarna verði einhvers konar verslun og þjónusta innan ekkert svo allt og langs tíma. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera, en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. En ekki eru fleiri sem kveða sér hljóðs þessa fundargerð og við tökum hana þá til afgreiðslu og ég bið þá bæjarfulltrúa sem staðfesta fundargerð skipulagsnefndar nr. 632 með gjafamerki. Það samþykkt samhljóða. Takk fyrir. Og þá höfum við lokið afgreiðslu þeirra fundargerða sem þess krefjast og komið að fundargerðum til kynningar. Og þar þá 5. dagskrármál, fundargerð 138. fundar svæðisskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins. Sá fundur fór fram 16. maí síðastliðinn og þar voru 7 mál á dagskrá. Fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. Og 7. dagskrármál fundargerð 427. fundar samstarfsnefndar skíðasvæðanna. Sá fundur fór fram 21. maí síðastliðinn. Þar voru 5 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Sævar, gjörðu svo vel. Takk fyrir, bæjarfulltrúar. Kemur undir fundargerð fundar samstarfsnefndar skíðasvæðanna og þá það mál 4 á dagskrá sem mál sem fulltrúi Mosfellsbæjar í nefndinni sem svo sem hér stendur óska eftir að yrði tekið á dagskrá og það náttúrulega mál sem okkur Mosfellingum mjög mikilvægt og sem þá framkvæmdir í Skálafelli, eitthvað sem undirritað var í þessum fræga samningi við uppbyggingu skíðasvæðanna árið 2018 að mig minnir og hefur verið slegið aðeins á frest og mér þótti bara mikilvægt að þetta mál tekið á dagskrá nefndarinnar og þá einnig skoðaðar svona mögulega sviðsmyndir í Skálafelli sem SSH lét kanna svona til þess að fá allavega umræðu það sem mikið hefur verið talað hækkandi kostnað á því sem lagt var upp með að gera þarna með stóllyftu svona fyrst og fremst sem svona stærsti kostnaðarliður og eins uppbygging á hinum ýmsu innviðum og húsnæði og öðru en stóri kostnaður liggur í stóllyftunni þannig að þá svona velti maður því upp hvort að hægt var að skoða aðra kosti sem myndi ekki fela í sér eins mikinn kostnað þar sem sami var ákveðna upphæð á sínum tíma sem hefur náttúrulega breyst og hækkað í takti við vísitöluhækkanir en það náttúrulega eins og við vitum hefur verið bara krefjandi svona tíðafar síðustu árin og það gekk mjög vel að byggja upp í Bláfjöllum og en ákveðið var að slá aðeins á frest uppbyggingu í Skálafelli en það skal þó tekið fram að það var aldrei tekin nein ákvörðun að hætta við þá uppbyggingu en það myndi það náttúrulega ekki vera samþykkt af okkar hálfu
Mosfellsbæ. En ef ég má með leyfi forseta að lesa bókunna sem að ég sem fulltrúi Mosfellsbæjar lagði fram þessum fundalið. Þá hljóðar nú þannig: það mikið hagsmunamál fyrir íbúum Mosfellsbæjar að framkvæmdir á skíðasvæðinu Skálafelli geti hafið sem fyrst. Uppbygging í Skálafelli var ein helsta forsenda þess að Mosfellsbær tók þátt í uppbyggingarsamningnum fyrir skíðasvæðinu og höfuðborgarsvæðinu á sínum tíma. Ástæður fyrir frestun framkvæmda hafa verið hækkandi kostnaður og krefjandi árferði hjá sveitarfélögunum, en núna tímabært að verkefninu verið ýtt úr vör og samningur þar með efndur. Og þetta svona til þess að leggja bara vikt á þetta sem að okkur finnst mikilvægt að framkvæmdir hefjist svona innan tíðar. En það sem að kannski líka ljós í myrkrinu þarna að það eru aðilar sem að eru að óska eftir mikilli og metnaðarfullri uppbyggingu á þessu svæði. Rauninni, hvað heitir þetta svæði? Þetta Kýrhólsflói og Stóru Bugðuflói í Skálafelli. Þetta er svona í grendinni, þannig að það rauninni hluti af þessu mun þá þurfa að nýta þennan Skálafellsveg sem það þarf að byggja upp og koma á dagskrá vegagerðarinnar sem fyrst. Þetta vonandi getur þá stutt við þessu uppbyggingu sem við náttúrulega erum að vonast eftir að verði sem fyrst í Skálafelli. Þannig að við verðum bara að vera bjartsýn og halda áfram að berjast fyrir þessu. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Dagný, gjörðu svo vel. Virðulegur forseti, kemur undir sama lið og einmitt líka fylgigagnin 4 hérna í fundargerðinni. Því að bæjarfulltrúi Sævar Sárnvæli það sem að ég ætlaði að segja, þessi samantekt var áhugaverð. Mér fannst þetta svolítið snúast það að það var eins og það var orðað í lokin að eyða púðrunni að klára Bláfell, svo þessi beintilvitnun í niðurstöðu þessara samantektar. Og í rauninni upplifðum og svolítið svo var samantektin snerstu það að sýna fram á það að Bláfell væri betri kostur heldur en Skálafell. Og mér langar því bara að árétta mikilvægt þess og taka undir þessi bæjarfulltrúi Sævar sagði að við í Mosfellsbæ viljum að Skálafell sé opið. Við gerum grein fyrir mismunandi veðráttum og snjólegum og alls konar á þessu svæði. En þó við séum eina báti með þessu skoðun okkar í þessu samráðshóp og þá erum við ekki að vera að skipta skoðun. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi, fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera en aðra liði fundargerðarinnar. Svo tel ég heldur ekki vera og fundargerðin lögð fram. Þá það fundargerð, 7. dagskrármál fundargerð 34. fundar heilbrigðisnefndar. Sá fundur fór fram 27. maí síðastliðinn og þar voru 11 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. 8. dagskrármál fundargerð 980. fundar stjórnarsambands íslenskra sveitarfélaga. Sá fundur fór fram 27. maí síðastliðinn og þar voru 15 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. Og þá það 9. dagskrármál sem fundargerð 608. fundar stjórnarsamtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Sá fundur fór fram 2. júní síðastliðinn og þar voru 6 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. En þá ekki fleiri mál á dagskrá þessa fundar og ég þakka fyrir fundinn. Næsti fundur bæjarstjórnar Mosfellsbæjar fer fram miðvikudaginn 20. og 5. júní næstkomandi kl. 16:30 og samkvæmt fundadagskrá væntanlega þá síðasti fundur fyrir sumarleyfi bæjarstjórnar en til fundarins verður boðað með dagskrá og ég segi fundi slitið kl. 18:37.